9. desember. Það farið að nálgast jól og það styttist í að frægu bræðurnir láti sjá sig niður í bæ. Margir eru búin að skreyta húsin sín, kaupa gjafir og jafnvel kaupa miða á jólatónleika eða aðrar jólaskemmtanir. Einn jólasveitnin er svo óheppinn að bera sama nafn og ein af þekktari jólatónleika hljómsveitum Íslands. Það er hann Baggalútur. Ef hann kæmi til byggða, myndu allir rugglast á honum og hljómsveitinni. Svo líklega er best að hann haldi sig bara upp í fjalli. Hann ásamt rauð spariföt og fer í þau við öll tækifæri, en fær því miður aldrei að sýna börnunum hvað hann lítur vel út í þeim. Baggalútur hefur gaman af að lesa gamla tíma á Íslandi og sá í einhverri bók að árið 1968 var tekin upp hægri umferð á Íslandi. Pabbi, hvað þýðir hægri umferð? Spurði hann Leppalúða. Það þýðir að við ökum og hjólum hægra megin á götum og stígum. Ef við mætum öðru fólki þá fara bæði hægra megin við þann sem kemur á móti. Þannig rekastu ekki saman. Það er sniðugt, hugsaði Baggalútur. Það er sniðugt að það séu til reglur hvað maður gerir þegar maður mætir einhverjum, svo við klessum ekki á hvort annað. En hvað er hægri? Spurði Baggalútur pappa sinn. Hægri er hægri en ekki vinstri, sagði Leppalúði frekar pirraður. Hægri er höndin sem þú borða með, ef þú ert ekki örvhentur. Er ég örvhentur? Spurði Baggalútur. Ég veit ekki, sagði Leppalúði. Hættu nú að trufla mig. Baggalútur var greinilega ekki að fá nein svör frá pappa sínum, svo hann fletti sjálfur upp hvað er hægri og hvað er vinstri. Það er vissulega rétt að þeir sem eru ekki örvhentir borða með hægri hendi, en ef við vitum ekki hvað hægri og vinstri er, þá kannski vitum við ekki heldur hvort við séum örvhent. Við heilsum hvort öðru með hægri hendi, en ef við erum lítið í því að heilsa öðru með handabandi, þá kannski hjálpar það ekki mikið. Ein góð leið er líka að muna að stýrið í bílum á Íslandi er vinstra megin í bílum og farþeginn í framsæti er hægra megin. En jólasveinar eru lítið í bílum, svo þetta hjálpar þeim kannski ekki mikið, þó það geti hjálpað mannabörnum að læra munin á hægri og vinstri. Við lesum frá vinstri til hægri. Það sem kallast fremst á blaðsíðu er þá lengst til vinstri og eftir því sem við lesum blaðsíðuna þá hreyfum við augun frá vinstri til hægri. Ef við höldum áfram að hreyfa augun eftir að textin er búinn, þá sjáum við á endanum hægri höndin okkar. Baggalútur er loksins búinn að læra munin á hægri og vinstri. Núna er hann mun öruggari í umferðinni. Hvers vegna er mikilvægt í umferðinni að þekkja munin á hægri og vinstri?